Það eru jól og lítill skór fer út í gluggann og spennt barn leggur höfuð á kodda og það sofnar og vaknar fyrst allra næsta dag og fyrsta verk er að kíkja í skóinn og vitiði hvað? Leynist ekki lítill moli í skónum og barnið er sannfært að jólasveinninn hafi munað eftir sér og hvað meira. Við hugsum frá þessu og svo eignuðust við sjálf börn og hvað meira? Jú, sama tók við hjá þeim. Lítill skór fór í glugga og næsta dag var það fyrsta sem það barn athugaði og fann sömu gjöf og við. Einnig það barn ókst frá þessari hugsun og hvað svo? Jú, við fengum afabarn í heimsókn og það fékk að sofa á heimilinu og sama skeði þar að lítill skór fór í glugga og barnið strax í bítið daginn eftir fór að kíkja á og vitiði af hverju allt þetta er vegna þess að við leyfum hefðinni að vinna með okkur. Gleðileg jól, kæru vinir, og við skulum horfa á þetta efni til enda. Gjörðu þið svo vel. Góðan daginn, ágætu tilheyrendur. Og við erum að stíga inn í enn ein jólin okkar fallegu og fínu. Og sjálfur á ég nú mjög góðar minningar frá jólum skal ég segja ykkur og bara virkilega ánægilegar minningar þaðan. Og auðvitað vil ég þó tala þessar ánægilegu minningar sem ég hef og hafi einhver aðra sögu að segja þá er það náttúrulega bara leitt en svo sem ekkert sem ég ræði neitt við en ég geti haldið mér við mínar góðu minningar og ætla að gera það í þessum þætti eins og þessir þættir hafa nú verið þeim megin línu og einhverju hluta vegna og það er eðlilegt og við skiljum það nú bara mjög vel að jólin svona höfðuðu betur og meir til manns þegar maður var yngri og barn og krakki og svo eftir því sem maður eldist já, að þá fór þetta nú svona fjarandi að vera jólabarn. Ég get nú reyndar ekki sagt það í dag að ég sé nú beint jólabarn en mér finnst nú reyndar, ég verð nú að viðurkenna það, mér finnst nú alltaf svolítið gaman að svona þessi tími er að renna upp, ég verð nú bara að viðurkenna það fyrir sjálfum mér og öðrum að það er þannig. Af hverju? Ég bara veit það ekki nema einhvern veginn tegir þetta anga sína til barnsárana og einhvern veginn og það er nú bara þannig með þetta líf okkar blessað að við mótustum svo rosalega mikið af því hvernig við upplifðum æskun okkar. Og ég verð nú að taka undir það með þeim sem segja að mín æska var alltaf mjög falleg. Ég verð nú bara að segja það og við gerðum margt krakkarnir saman og þetta voru við áttum að hafa stór vinahópurinn okkar og við vorum með þetta bralla hér og hvar og hér og þessi tími, jólin, hann vakti okkur alltaf vissa eftir tekt og það voru alls konar væntingar uppi hjá okkur sem auðvitað bara börnum, við vorum náttúrulega bara börn þá eins og allir hafa einhvern tíma verið og
Og þetta var svona, situr alveg í manni. Og þess vegna líka get ég talað þessa tíma, en geri það auðvitað út frá bara minni reynslu. Og þið heyrið það að hún mjög góð. Og það í sjálfu sér ekkert nema gott þennan tíma að segja. Og það var mikið að vera alltaf heima. Mamma alveg svoleiðis að hamast við að baka og veit ekki hvað og hvað. Og svo voru systkini mín, bræður mínir eldri, þau voru nú á sjó á þessum tíma. Oft voru þau á togurum á haustin vegna þess að togararnir sigldu. Og það var nú aldrei skaman þegar þeir voru að koma heim úr siglingunum, því að þeir komu með alls konar vöru sem að búðirnar voru ekkert að selja. Þetta var ekki til í neinni verslun, en var til í gegnum þessa stráka sem að voru að sigla og þess vegna naut maður svo lítilla forréttinda sem krakki að þessu leyti. Við vorum oftar en margir aðrir til að mynda með ferska ávexti. Ég veit ekki hvort þú munir eftir því að þeir tímar voru einu sinni við lýði að þetta var ekki til í búðum nema fyrir stór hátíðir, jól og svo páska. Þess á milli þá var þetta ekkert flutt inn. Ferskir ávextir, epli og appelsínur og bananar og þetta og dósa ávextirnir sem að þetta var ekki til nema fyrir þessa hátíðisdaga, en við sem að áttum sjómennina þeir voru að færa okkur þetta, þannig að við vorum á vissan hátt svona svolítið forréttindu hópur. Og þetta var eitt af því sem var á jólaborðinu okkar, en ég ekki viss að það hafi verið allstaðar þar sem þetta var. Sennilega ekki. Ég held að minn félagahópur sem að tilheyrði fjölskyldunum í kring, að hann hafi ekki haft þetta. En við vorum yfirleitt alltaf með þetta vegna þess að á þessum tíma voru, eins og ég segi, bræður mínir á togurum. Þeir voru kannski á bátum, síldarbátum yfir sumari, það voru nú allir að sílda þessum árum. En þá voru margir af þeim sem að fóru á togar á haustin og bara til þess að ná sér í siglingarnar. Og siglingarnar gáfu alls konar. Þannig að þetta svolítið vitið það að siglingarnar á íslensku togur, þetta var svolítið merkilegu tími. Tími sem alveg ástæða til þess að halda á lofti, því að þessi tími ekki í dag. Hann liðinn, hann búinn, hann ekki lengur, en var þá alveg á fullu. Þannig að þetta það sem að ég lifði sem barn í Hafnarfirði og unglingur. Og þess vegna var svona spenningurinn var alltaf nokkur þegar þetta var. En svo náttúrulega leið þessi tími, ég sjá að þið ekki að horfa og hlusta á neitt barn. Og jólin svona urðu annars konar staðall fyrir mig. En vegna þess að þau reista svo djúpt í sálmanns, að þá verð ég nú að viðurkenna það frammi fyrir sjálfum mér og ykkur, að þetta höfðar alltaf svolítið til mín. Ég finnst alltaf svona gaman þegar þetta fer að nálgast og þegar þetta fer að styttast í þessa tíma og þú ert að hlusta á þessi jólalög og svona. Þetta náttúrulega byrjað miklu fyrir en var. Ég held að hafi hér á þessum árum ekki byrjað að spila jólalög í útvarpinu. Það var nú bara einar ás þá. Fyrir eitthvað miðjan desember minni það nú. Fram að þeim tíma þá bara, það heyrðist þetta ekki. En þau byrjuðu þá allavega og svo spiluðust þau til 13. Þá lokaðist á þau aftur og svo heyrðist ekki múkk frá neinu jólalagi fyrir en aftur kom desember og aftur kom eitthvað 15. desember. Þetta var rútínan sem að við, þessir útvarpshlustendur og þeim tíma var hjá okkur, en þetta allt saman orðið breytt. Ég svo sem hef engar skoðunir á því hvort þetta gott eða vont, eða ég bara bend á það að svona var þetta. Kannski þetta orðið allt og mikið af þessu í dag og
það svona kannski bara smekksatriði hvað mönnum finnst það, og auðvitað þetta allt saman meira og minna smekksatriði sem að snýra að okkur. En svona var þetta í minni jólatíð. Og ég auðvitað mann eftir því, eins og hefði gerst í gær, að faðir minn, blessaður kallinn, hann er nú farinn núna fyrir mörgum árum, hann sá alltaf jólamatinn, hann var góður kokkur og þannig að við fengum alltaf alveg sérstaklega vel eldaðan jólamat á aðfangadag. Það var vanlega sama, ég var ekki alltaf læri, mér minni það. Og allt með því sem að læri tilheyrir. Og þetta það sem að maður minnist og maður verður ekki leið á að tala og fjalla og gera skil vegna þess okkur á maður að fá leið á því sem gott. Ég bara spyr. Ég held að maður eigi ekkert að fá neitt leið á því. Við megum alveg rífa það upp sem vel gert og átti vel við mann og var svona akkur í og notalegt og þægilegt og vinalegt og allt saman það. Og þetta nú það sem að ég lifði í minni æsku og ekki orðum það meira kannski. Þetta það sem að ég upplifði í mína tíð. Ég vona að þú getur sagt bara sama fyrir þig því að öll eigum við þetta okkar rétt til þess að eiga góð ár og við fæðistum inn í alls konar aðstæður og kringumstæður og erum mislægin við að spila úr þeim svo vel sé en sumir hafa spilað vel úr sínu og aðrir hafa spilað ekki alveg eins vel úr því sem að þeir höfðu og þeir kannski bera sár á sálinni í dag vegna þessara útspila sinna, hvort sem þeir áttu þátt í því sjálfur eða af annarra völdum, það skiptir raun ekki máli. Aðalatriðið sé þetta ekki eins og átti að vera, eins og alltaf getur gerst, þá svo mikilvægt fyrir mig og þig að vinna rétt úr því, þannig að eftir sitji, því að það nú líka þannig, það hef ég séð og reynt sjálfur, að á öllum tímabilum lífsins hægt að toga upp einhvað sem var betur en annan. Ég veit það ekki, ég lít svo á að þetta sé nú gjöf, en Drottinn hefur gefið mér að búa þetta til í minni veru. Og ég alveg sáttur við það og þess vegna líka tala ég alltaf jólin og marga aðra tíma í mínu lífi sem bara flotta tíma, fallega tíma, gefandi tíma, einhvað sem að skildi einhvað eftir fyrir mann. Og það ekki léttvægt fundið að skilja eitthvað eftir að fallegu fyrir sitt líf því að þú lifir náttúrulega áratugi ef að Guð vill og marga áratugi ef að Guð vill og það mjög notalegt að vera með einhvað svona sem að svolítið svona hressir mann við og Guð hefur gefið mér að eiga þetta til í öllu mínu lífi. Þannig að eftir situr alltaf þetta góða bara í því sem maður lendi. En við skulum stoppa núna og við skulum fá eitthvað atriðið eitthvað og svo kannski tökum við smá sirpu og ljúkum þessu svo. Já,
ágætu vinir og jólin eru komin og ég tek niður gleraugun og gerir það alltaf á jólunum. Það er svona stundum. Og við erum sjálfsagt að undirbúa þetta eins og við erum vön. Það er nú alltaf einhver undirbúningur fyrir jól, misjáttu þetta. Ef það eru börn á heimilinu þá er hann svona mikið til kringum þau og mér finnst það bara gott. Eins og ég hef alltaf sagt, þá hefur þetta verið svona tími barnanna og finnst mér að vera tími barnanna. Þetta á að vera svo tími sem að börnin geta notið sín og þetta á að vera fyrir þau og það allavega þar sem ég þekki nú til að þar þetta tími barnanna svolítið mikið. Ég veit að í minni familju þar er þetta nú mikið tími barnanna og mér finnst það bara ekkert að því. Mér finnst það bara vera gott mál ef svo er. En þetta er allavega hvernig sem allt er að þá koma jólin, þau eru þarna, þau fara ekki neitt. Og þetta er ennþá kristileg hátíð, má segja, ég segi það að þetta sé kristileg hátíð. Og ég veit ekki hvort það hafi fallið skuggi á þetta, það verður eiginlega bara hver og einn að meta það sjálfur hvað honum finnst það atriði, en ég verð nú að segja það, mér finnst ekki að hafa fallið ykkur skuggi á þetta, en við vitum að þetta er svona áhöldum það hvort þetta sé allt kristilegt sem gert er og það er vel hægt að skilja það. Við erum að athuga það að öll þjóðin heldur jól. Hvað er mikið stór hluti af þjóðinni kristið fólk? Við veitum að það er mikill minnihluti sem er kristið fólk. En þetta fólk heldur jól. Þannig að við sjáum að það örlar á þessum kristnu gildum og fyrir okkur þetta kristna fólk er tækifæri til þess að nota þennan tíma ef við viljum það til þess að benda á það sem við trúum að hafi skeð á jólunum. Og það var nú ekkert minna heldur það að Jesús sjálfur fæddist, þó að við vitum líka að það er ekkert alveg vita hvenær það var, en við völdum þennan dag á árinu til þess að gera þessu afmæli skil. Og það hefur fæðst alls konar í kringum það sem okkur finnst gott og notalegt og eitt af því er þessi siður að gefa okkur öðrum gjafir og það helst ennþá. Öfgar eða ekki öfgar, ég veit að ég hef eiginlega enga skoðun á því. Öfgar að hvaða leyti, ef einhver vill gefa og telur sig hafa efni á því að gefa stóra gjöf, þá akkur má hann það ekki. Ekki ætla ég að borga gjöfina fyrir hann. Ef hann treystir sér í þetta, þá náttúrulega bara gerir hann það. Ef einhver vill gefa minna, þá náttúrulega sé ég enga fyrirstöðu að hann gerir það líka. Ég meina, hvað var það mig það, hvað menn eru að gefa hvorur öðrum. Ég sjálfur hef ekki gefið gjöf núna í mörg ár, en auðvitað var svo tímið sem að gerði það, en það er bara mitt val. Ég get ekki séð þessi neina að vera að skipta sér að því. Ef ég vil verja peningunum mínum þannig, þá bara geri ég það. Sumir vilja verja tíma sínum í að gefa og þá bara gera þér það. Þetta er góð hefð, það er svona göfugt, má segja, að gefa. Ég held að við getum öll verið sammála því að gefa er göfugt og það er til að mynda það sem að kristinn maður er hvattur til að gera er að gefa. Og kirkjan til að mynda, þessar starfandi kirkjur, það eru mjög gjöfular kirkjur, það er ekkert að segja annað. Það er alls konar starfsemi í gangi í þessum kirkjum og mikið af þessu eru gjafir sem verið að reiða fram til þurfandi mann og kvenna. Allt vegna þess að Kristur bauð að þetta skyldi vera gert. Þannig að þessi jólagjafa pakkarnir sem við fáum í jólagjöf, þetta er svona ángja því dæmi og hver í raun og veru þrætir fyrir það að þetta sé annað en góð gildi. Hvað hins vegar í pakkanum er allt annað mál og
Kannski má segja það hjá einhverjum séu öfgar í gangi en ég get ekki séð að neinu varði það. Ég held að þetta sé bara val hvers einstakling fyrir sig hvað honum finnst þetta atriði. Og ef einhver velur það eins og ég að gefa ekki gjafir, þá ég sé ekki annað en að það sé bara eitthvað sem að ég tek ákvörðun sjálfur. Ég sé ekki alveg í hendi minni að það sé annar að vera neitt að hlutast til það mál. Ég ekki sé það ekki alveg í hendi minni. En þetta samt ákveðin stund á árinu sem að ég verð nú bara viðurkenna að hefur alltaf haft sitt gildi. Hefur alltaf haft sitt vægi. Svona ákveðin pakki í gangi sem að ekki á öðrum tíma ársins. Erum við ekki annars sammála þessu? Ég held að við getum alveg vel verið sammála þessu því að þetta partur af því að þessi þjóð árið 1000 gerði samkomulag, má segja, við almættið. Litla Ísland gátu þeir hafa sagt og drottinn, við bjóðum þér að taka þetta land fyrir trúna á Krist. Og það var gert og frá með þeim degi má segja að það hafi verið allavega stundað eitthvað trúboð. Það hafi verið stundað eitthvað verk sem að minnir á Krist. Það hafi verið stundað eitthvað verk sem að gerir að verkum að þetta í gangi enn. Og ég trúi því, elskuðu vinir, að þetta sé nú að blessa mann og annan. Fullt af góðum gildum sem að fylgja þessum jólum og bara það að fjölskyldan skuli koma saman sem ég veit dæmi að hefur viðhaldist í gegnum áratugina. Og hvað þetta annað en gott? Og ég veit líka að það sem að þetta hefur legið niðri að þar hafa menn talað það, við þurfum endilega að fara að endurvekja þennan síða hittast á jólunum. Ég held að til að mynda í minni fjölskyldu hafi þetta nú verið farið að tína svolítið niður, en ég veit líka að það hefur verið endurvakið svolítið tilbaka. Hvort það verði eitthvað núna í eitthvað svona jólaboð eða eitthvað, ég veit það ekki, það var ekki fyrra held ég, en árin á undan voru þau og þegar maður var krakki þá bara klikkaði þetta ekki. Þetta bara var. Menn koma annan í jólum og gjarnan þá á heimili mitt því að foreldri mínir bjuggu þar og þar fylltist allt bara veggi og milli af fólki. Við vorum svo mörg. Þetta allt saman mjög eftirminnilega stundir. Fallega stundin og bara mjög miklir fagnaði fundir því að það hlakkaði held ég bara öllum til að fara á þessar stundir. Þetta voru ekki langar stundir eða nokkri klukkutímar og þetta skildi eftir sig fullt af góðum hlutum svona í veru okkar, já, bæði ungra og gamalla og eldri. Þetta skildi eftir sig fullt í mínu hjarta og ég held að ég sé ekkert einn í minni fjölskyldu sem á þessar minningar. En þetta það sem að jólin vilja vera, hvort sem í mínu lífi eða þínu. Og þau eru það, ég veit það, ég þakka bara fyrir það. Það sem þetta í lagi og það sem þetta viðhaldið með þeim hætti sem það hefur verið. Menn koma saman, fá sér kaffibolla eða kakó eða eitthvað og einhverja tertur eins og bara á borðum. Eitthvað sem hefur verið bara í gegnum áratugina. Aðfangadagur, hann með einhverjum jólagjöfum og einhverju smáeis. Ég held að sé nú allir sem fá eitthvað, ég held að hafa nú alla liðið jól þannig að maður hafi ekki fengið eitthvað, en þetta náttúrulega ekkert líkt því sem var þegar maður var krakki, þar sem maður var bara hálft kvöld að rífa utan á gjöfunum. Það ekkert svoleiðis lengur, en einn pakki, 2, það svona ákveðið svona á bakvið það sem að bara vekur manni svona þægilega tilfinningu. Þetta jólin.
þetta er eitthvað sem við þurfum að halda í, þessi ágæta þjóð, íslenska þjóð, og svona ykkur að segja, þá held ég að sé nú ekki margir sem vildu missa þetta. Það er náttúrulega alls konar raddir uppi og allt saman það, en svona strangt til tekið, og ef allt væri lagt fram, þá held ég nú að sé nú ekki margir sem að vildu afskrifa þetta, og ef að þeir afskrifuðu þetta, þá held ég nú að þeir myndi mögulega, hugsanlega, sjá eftir því. Þannig að við auðvitað leyfum það ekkert, menn mega auðvitað alveg hafa hvaða skoðanir sem hvort sem á þessu máli eða öllum öðrum málum, en við getum líka ráðið einhverju sem viljum halda í þessi gildi. Og ég er einn af þeim, ég held að, já, einn af þeim mörgum, ég held ég meginu bara fullyrða það, sem vill þetta. Ekkert endilega ég sé svo svakalegur þáttakandi í þessu, en ég get gert það og geri það, ég styð þetta. Af því ég veit að þetta er fallegur siður, þetta er siður sem að fólk á að vilja halda í, því að þetta er góður siður. Hvað mikið umstang er í kringum þetta, það er bara lotteri og hver og einn sem svara fyrir sig með það. Það er ekki mikið umleikis hjá mér og þetta er nú svona kannski, já, bara einn á hinnum dögunum þannig sé hjá mér, en þó ekki og hefur aldrei verið það. Það hefur alltaf verið svona ákveðið á bakvið það sem að mér líka vel við. Ég held að sé sama sem þú getur alveg sagt, það er að segja ef þú ert svona með þokkalegan þanga hvað jólin varðar. Ég reyndar veit ekkert það, en það er allavega í mínu tilviki og fólki sem ég þekki, það hefur þennan þanga. Það hefur bara góðan þanga þetta mál. En við segjum þetta gott og Konráð Rúnar Freyþjónsson þakka fyrir sig og óskar öllum gleðilegra jóla til sjávar og sveita.